Óli Stefán Flóðsson, Grindvíkingur, þess vegna ákveðin að taka því í viðtal. Það ekkert vaninn endilega að taka andstæðinginn tali. Ég meina, hver eru fyrstu viðbrögðin? Ekki alltaf umulega súrt að tapa svona þegar komið þetta langt? Já, þetta var súrt og það verið að testa okkur vel og við höfum verið rosalega duglegir nú í síðustu vikur að vinna í okkar leik og mér fannst við framkoma hann bara frábærlega löngköflum í þessu leik. En svo bara fótbolti og íþróttir eru þannig að ef fókusun ekki á lykil augnablik þá manni refsað. Gott lið sem við erum að spila við þetta, frábært að koma í svona umgjörð þessari deild, maður sér það ekki oft. Þannig að við nutum okkar vel í dag þó að sé vissulega súrt að tapa þessu svona í lokin. Já, en aðstæður eins og þú segir, aðstæður upp á veðrið alveg, það var ekki takt að biðja meira. Nei. Frábær grasvellir þetta ekki? Já, bara eins og segir, þetta bara klassa aðstæði hjá þeim og vel tekið á móti okkur og virkilega gaman að koma í svona leiki í þessari deild. Það nú svona það sem maður getur pikkað út í þessu þegar maður og þetta verður, þegar við erum að gera þetta upp svona í framhaldinu þá það svo margt í leiknum í dag sem við getum tekið með okkur sko. Við erum með svo mikið af ungum flottum leikmönnum núna og erum svolítið að nota tækifærið núna og blóðga þá vel og þeir eru að standa sig ótrúlega vel. Ég held að við höfum verið með 11 frekar en 12 hotferðinga í verkefni í dag og þeir stóðu þessu svo vel, þess vegna þetta rosa blóðugt að svona augnabliks einbeitingar eða svona fókustetti frá okkur en í þetta sinn þá verðum við að fara í gegnum úrslitin og taka frammistöðuna og hún var góð í dag, löngu köflum. En þín aðkoma, hvenær kemur þú aftur inn í Sindra? Þú var síðast að þjálfa Sindra fyrir hvað, 2 árum? Já. Ég í rauninni, ég er með Pjark núna ég að foreldra svolítið, þannig að ég svona fylgja honum aðeins eftir og hann nú einn af þessum ungu og það sé ég þekki þjálfarann og náttúrulega bara búinn að vera lengi og þeim vantaði aðstoð þá svona ég að reyna að miðla aðeins til þeirra og hjálpa þjálfarannum og það hefur bara verið gaman bara núna í 3 vikur og eins og segja, það er svo gefandi og gott að sjá líka bara vinnun okkar skila sér inn á vellinum, það það sem gefur þjálfarannum svona gott búst að þegar þú serði þetta svona skila sér inni en þú þarft að fara í gegnum úrslitin til að horfa í það og við sjáum það nú alveg vel að við erum að réttri leið. En ykkar staða í deildinni, hún ekki að verða dálítið erfið eða hvað? Hvernig? Jó, það eitt af þessum verkefnum sem við fórum í var að loka bara stöðu og úrslitum og við erum eiginlega lítið að pæli, ég veit ekkert alveg nákvæmlega hvar við erum og það auðvitað það trikki en ef við ætlum að ná svona því besta út úr því sem við erum að gera þá verðum við að horfa miklu betur bara í verkefni sem held og leggja bara svona úrslit og hvar við erum í deildinni, við skoðum það bara þegar það er búið sko. En framfarirnar þetta ekki fullkomnun sem við erum að horfa ennþá á en framfarirnar eru mjög miklar og það er rosa gefandi að sjá það og finna það. Þannig að langt ferðalag framöndan? Já, núna fá okkur aðeins að borða og svo varum við komnir 4 í nótt austur og skóli í fyrramálið og vinna en þetta bara hluti af þessu. Ég meina ferðalagi hefði orðið mun þægilegra með allavega stík en svona það bara? Já, eins og ég segi, auðvitað er þetta svekkjandi og allt það en við verðum að horfa í það sem við erum að gera dýpra en úrslit í næsta leik og það bara held ég að við séum, ég var að tala við strákana, þeir finna þetta bara sjálfir sko. Þeir eru alveg auðvitað þungt að fá svona mark í lokina því að þetta svo auðvelt að koma í veg fyrir þetta en svo bara finnum maður að þeir vita að framistæðan góð og það það sem skiptir máli. Frábært, takk fyrir. Takk.